og svo lendum við í Keflavík og þá sem sagt labbaði ég bara út úr vélinni, allt eðlilegt og svo bara í gönginni hana þá fæ ég svakalegt ískur í hægra eyrað og svona finna ég alveg detta eiginlega alveg niður. Ég reyni þá að labba og þá er ég ekki meira eitt jafnvægi og bara eins og ég sé í rauninni bara svo ölvaður. Sindra tókst með herkjum að komast í gegnum vegabréfaeftirlitið en þegar hann var að nálgast tollahliðið fann hann að hann kæmist ekki lengra. Þannig að ég stoppa tollverð þar og segi henni að það sé eitthvað að og hún tekur í rauninni strax eftir því að það er eitthvað mikið að. Fer með mig inn í sjúkraherbergið sem er út á Keflavíkurflugvelli og ég leggst niður þar og þá missi ég sjónina semst hérna á hægra auga og fer í dálítið svona panikk. Það sem Sindri var að upplifa þarna á Keflavíkurflugvelli var heilablóðfall sem er ein tegund af heilaslagi. En hvað er heilaslag? Slag í heila er þegar það verður stífla í slagæð sem nærir heilan, ákveð svæði heilans. Eða þá að æðin getur bara brostið og blóðið bara flæðir út úr æðinni. Og við þetta verður skaði á heilanum og það getur verið vegna þá bara heilavefurinn deyr út af því að hann fær ekki blóð og súrefni eða þá að hann bara skemmist í blæðingun og þrýstingsáhrifum og slíku. Og þetta getur haft mjög alvarleg áhrif? Já, það er dánarlíkur ef maður fær slag eru svona cirka 15 til 40%, það fer eftir gerð slagsins. Og svo getur fólk lamast líka? Já, eftirköstin geta verið slæm. Sindri var fluttur á sjúkrahúsið í Keflavík og þaðan með sjúkrabíl á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Og læknar eru þar að reyna að finna út úr hvað er að og ég veit ekkert hvað er að og þeir láta mig gera einhverjar æfingar með puttunum og eitthvað svona benda og reyna að labba og svona og ég með alveg gjörsamlega sýnileg merki það að ég sé búinn að heilablóðfall og ég er ekki settur í myndatöku fyrir einhverjum 15 klukkutímum eftir heilablóðfall og þú veist og mikilvægasta tímanir eru fyrstu 6 klukkutímanir eftir að fara heilablóðfall til að vita er þetta blæðing, er þetta tappi. Ef þetta sé tappi, þá þarf hann að fá blóðþynningu og það er mjög mikilvægt. Það getur skipt sköpum hvort að maður lamist ekki, sko.